Herðu, þá það komið að Evrópusambandinu, þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að eigi að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ég fékk hérna í vikunni 2 gesti sem í sitthvoru lagi sem hafa verið tíðir gestir hérna, eða fasta gestir, Ásgeir Brynjar Torfason og Hilmar Þór Hilmarsson. Þeir komið hérna og ég ræddi við á Evrópusambandið og ég ætla að fá annan fasta gest, Ragnar Baldursson, sem ég hef nú yfirleitt kynnt sem Kínafræðing. Þú stjórnmálafræðingur líka? Jú, ég tók mig frí frá utanríkisþjónustunni þegar ég fór að nálgast eftirlaunaldurinn og ákvað að og kallaður heim til starfa í utanríkisþjónustunni og tilgreindra starfa sem hefði sjálfsagt verið mjög skemmtilega en hefði ekkert með Kína að gera og ég ákvað það að nota kannski þessi síðustu ár sem ég get hugsað nokkuð skýrt til að reyna að finna út úr því hver væri ástæðan fyrir þessu núningi milli Kínverja og Vesturlandabúa og líka hvernig ósköpuna stæði á því að Kína geti þróast svona hratt og við verið að ræða svolítið þau mál, náttúrulega alls ekki tæmandi því að þetta er þessi stórt mál en þá taldi ég þegar ég var ungum maður þá taldi ég að stjórnmálafræði væri tiltölulega gagnslaus grein en ég hugsaði nú kannski að það getur verið að stjórnmálafræðin hefði einhver svör svo ég fór í doktorsnámi í stjórnmálafræði við Peking háskóla og til þess að fá meiri breidd í námið þá valdi ég mér þema eftir að hafa rætt við prófessorana í skólanum og þeir spurðu mig alltaf hversu eru Íslendingar og hversu Norðurlandamenn svona góðir hversu eru þið með þetta velferðarkerfi og voru þið ekki brjálaðir víkingar sem hjöggu menn og annan og réðust á varnarlaust fólk og dálbúr sér til skemmtuna hvað gerðist? Og ég fór að velta þessu fyrir mér og í staðis að segja þá bara þegar allir að vera góðir og það er eðlilegt að ríkið líti eftir sínu þegnum þá fór ég að velta þessu fyrir mig hvenær það hefði gerst og það er ekki svona einfalt það er víkingatímabili hélt nefnilega áfram það hélt áfram í krossferðum og Danirnir eiginlega hættu ekki að verða víkingar og höfðu nýlendur og voru eiginlega svona bara annars flokks eða þriðaflokks heimsveld við hliðina á Englendingum alveg þar til eftir Napóleónsstríðið þegar að Englendingar stóla á þeim flotanum og þeir eruðu kenndu almenningi að lesa og á Nýja testamentið og kærleiksboðskapan og svo kom Bismarck og tók af þeim nýlendur þannig að þetta er ekki svona einfalt þannig ég hugsaði býðu nú við þetta er enda mjög áhugavert þema og þá fór ég að fókusera hvers vegna fóru Englendingar að verða heimsvaldarsinnar hvernig byrjar heimsvaldarstefnan og ég skrifaði doktorsritgerð það og niðurstaðan var að víkingarnir hefðu haft verulega áhrif þar á að þeir réðust þarna á Englandi í 300 ár og það er fyrst eftir það að þeir og síðan hertaka þeir sem Normenn Normannar, já hertaka þeir England og leggjendur sér það og eftir það þá fara þeir út til landsteinan og byrja að ræna úr upplæði Þannig að nýlendu tíminn er að loka hnykkurinn af víkingaöld Já, hún er beint framhald og hún er ekki lokanhyggjurinn vegna þess að við erum með þá að upplifa afleiðingandar. En við getum talað um það einhvern tíma síðar, en ég komst að því líka að ég var látin lesa helling af einhverjum bókmenntum stjórnmálafræðinga og þau eru skrifað ekki bara fornrit frá Sókratesi og Plató og rómanska tímabilur og svona heldur líka nútíma bókmenntir og Samuel Huntington til dæmis The Clash of Civilizations og svo framvegis fannst það alveg frábær bók fyrst fyrir hraðlasana, svo fór ég aftur í hana og þá allt í uppgötaði að bókin var eiginlega skrifuð sem handbók fyrir CIA eða Pentagon Pentagon, hvað gerum við nú? Kaldast eru búið og hverjum hvar getum við hvaða óvini eigum við að velja okkur já, hvaða óvini eigum við að velja okkur og hvar verða stríð og svo framvegis og síðan bara fylgist með því þegar stríð eftir stríð í Balkanskaganum
og hérna Úkraínustríðið meðal annars og hérna Hvíta-Rússland átti að vera skipt líka upp. Tyrkland átti að vera hinum einn sem átti ekki að vera bandamaður því að samkvæmt hans kennibókum og svo framvegis. En þetta umhverfulega var handrit að því hvernig ætti að etja til úlúðar á Vesturlöndum og mér var ekki skemmt og svo náttúrulega hef ég áttað mig á því að það bara stjórnmálafræðin hefur aldrei spáð rétt fyrir hvað að gerast. Ég held að hann var í fyrsta skipti að gera það en hann var það í rauninni ekki, hann var að segja fyrir hvað þeir ætti að gera. Þannig að þessu leiti þá virkar hún ekki mjög vel við að spá fyrir einhverju eins úrslitum í ESB samningum eða hvort að Trump verður kosin aftur eða hvort svoleiðis. En á hinn bóginn vegna þess að mín nálgun var söguleg, var menningarleg og ég lesið heil mikið af líka mannfræðibókum og mannfræðiritgerðum og hérna svo ég kom að þeirri niðurstöðu að til að skilja menningu þá þarf þetta að fara langt aftur tíma og þá þarf þetta að skoða eðli þjóðarinnar, hvernig hún hugsar, hvernig hún upplifir sjálfa sig, þarf ekki að vera algjörlega satt, það bara hvernig hún raunverulega upplifir sjálfa sig, hvernig upplifir Íslendingar sjálfa sig. Til dæmis, ég held að verulega leiti þá kemur það fram í því þegar þeir nálgast þetta Evrópu sambandsaðild eða ekki aðild að vera með á móti og koma með sömu ræðurnar og draga svo sitt hvora ályktununa en það er raunverulega mjög djúpt í þjóðarsálinu. Við erum með fjölskipt stjórnvald. Hvað er djúpt í þjóðarsálinu því að fólk kemst að sikkur í niðurstöðunni? Ja, akkurat. Það er bróðir minn sem hefur komið hingað, Halldór Baldursson. Hann sagðist vera svona frekar hallundi, sagði mér svona persónulega og ekki til að segja öðrum frá því en alltaf að segja, hann hallaðist frekar að því að hérna kjósa með Evrópusambandinu sem við værum Evrópu þjóð og að hann var í frjálslynd, styttu upplýsingarstefnuna og væri frjálslyndur og það allt saman og það var bara hans ástæða að þá svona ættum við að stíðast við það fyrir einhver önnur hugmyndafræðileg módel. Ég er ekki eins viss vegna að upplýsingastefnan og hún er, má segja hún upprinn náttúrulega frá grískri renesansins og svona eitthvað tilvísun til Grikkjana og svona línuleg hugsun. En hún er svolítið í því að skipa hlutunum í box og okkar hugsun á Vesturlöndum mótast af því að Aristóteles á sínu tíma hann er að skrifa þessa bók um vísindi og náttúruvísindi og þar flokkar hann allt og síðan var þetta sett í það samhengi að Guð hefur skapað hlutina og veruleikann í ákveðni röð og svo framvegis og svo kemur hérna metafysík sem þýðir og eftir eðlisfræðinni bókin sem hann skrifaði eftir eðlisfræðina metafysík sem er þessi aðferðafræði sem notum hugsun og síðan er það þegar kirkjan kemst að þeirri niðurstöðu að við verðum að vera vísindarleg og átta sig á því að jörðin snýst í kringum sólina og einhvern veginn veruleiki var svolítið öðruvísi eða þeir héldu að ákvaðu þá kirkjuþingjum að við ættum að hugsa líka sköpunin hefði gerst kannski einhvern veginn öðruvísi og værum vísindarlega þengjandi að þá sitjum við samt eftir með þessa kassahugsun, allt sett í kassa og við sjáum veruleikan svona verulegin og í hvaða kassa eigum við að fara og ég heyri þetta núna í þessari ESB til dæmis umræðu að það vilja allir sjá hon í kassan svo þeir séu jólunum og þeir séu opna kassa og þeir vilja sjá hon í kassan hvað félur það í sér að ganga Evrópu saman. Við þegar fólk segir að í víðsjáðverum heimi þá þurfum við að velja okkur eitthvað lið bara ef að kemst á tollastríð eða það heldur áfram, það nú í gangi. Já, það er betra fyrir okkur að vera innan einhvers tollamúra. Það er ein ástæða en svo ástæða er meira svona
hún eiginlega, má rekja hana til víkingatímabilsins í rauninni frá til vestrara menningar í það var allir verið að liði, sko, ég verið að vera í sko, íslensk stjórnmál eru svolítið Þannig að ræna báðir hóparnir mig. Já, sko, en sko, ég vil ákvæða í hvaða hóp ég ætla að vera, sko. Og íslensk stjórnmál eru einkennast af flokkadráttum og höfðingjavaldi og innan, það er merkilega, sko, vegna að þessir hérna og ímynd fólks, hvort að það veruleikir ekki víkingarna sem komið hingað voru með sína ættmenn og svo framvegis að það deildu líka innbyrðis og það er bara alveg eins og íslenskir stjórnmálaflokkar hegða sér, þeir hérna hafa einhvern sem er formaður og hann ákveð bara ekki neitt lengur nema hann heiti Davíð Oddsson eða Halldór Ásgrímsson, þeir voru orðnir þá valdamiklir að þeir voru Kristófer Frostadóttir breytti stefnu samfylgjarinnar. Já, það má segja sko, meðal annars með því að taka Evrópumálin af dagskrá en síðan hefur hún einhvern veginn látið undan þannig að hún er komið aftur. Mér finnst það mjög sérstakt, sko, það er ekki stílum beinlínis, hún hegðar sér svolítið öðruvísi en það er þessi afstafa fólks er sko eins og Sigmundur Davíð stjórnar sínu flokki. Já, hann gerir það og hann er eins og nákvæmlega höfðingi og höfðingjavald en svo að maður tala um einstakar flokks með þá er ekki vist að þessi algjörlega sammála þetta atriði sérstaklega. En sko þetta er ekki sko ég sé heiminn bara allt öðruvísi. Ég sé heiminn eins og það er náttúrulega þetta er Konfúsíus yfir á kínversku og Lao Tse og ég verið að þýða hérna ræðuð Xi Jinping og sögt mér niður í að reyna að skilja kínverska pólitík og það er bara eitt flokkur. Já, það er bara eitt flokkur. En það sem eru margir flokkar þá er til dæmis, ef við erum að skoða frönsk stjórnmál, þá er ekkert minni átök á milli fylkinga þar heldur en á Íslandi. Nei, það er sko, við eigum sko, uppruni Íslendinga er í þessu ættbálkarsamfélagi og og alla Evrópu sko. Og frakkar náttúrulega er hinn, víkingarnir sestu stað í Normandí og flestir eru komið frá Danmörku og þeir settu stað í Niðurlöndum, í Hollandi, Belgíu og þessu svæði Luxemburg og svo framvegis í Niðurlöndum og svo er einhverju sem fóru til Sikileyjar og Suður Ítalíu og það er náttúrulega sjáuð leifarnar af því í mafíunni og heimsvaldar sem er sterkust í Suður Ítalíu. Hæmi, þar sem víkingarnir voru. Þannig ég fann að horfa á sögunum dálítið mikið þessu samengi en þeir sem settust á Íslandi, þeir voru eiginlega dálítið þverari en sko þeir sem en aðbálkarnir sem settust á Rjóminn að þverhausunum kominga. Ég held það að sé svolítið svoleiðis og ég held að við upplifum okkur svolítið þannig og það er kannski bara allt í lagi og dálítið gott sko og hérna og það sem er sko vandamálið þegar ég er að horfa á eitthvað eins og eigum að gangi í Evrópusambandi ekki þá spyr ég þá spyr ég báðar spurningarnar, ekki bara hvað gerist þegar við gangum í Evrópusambandi og þá gerist þetta og þetta og þetta. Ég hugsa hvortækja, ég reyna að hugsa hvortækja. Það eru tveir möguleika. Það er svo sem í umræðinni, sko. Jáfólkið er að lýsa ástandin á Íslandi ef við gangum ekki inn í Evrópusambandi. Já, en það er samt langsamlega flestir. Þeir hafa bara eina lausn og hún er svo að fara eftir minni stefnu. Og síðan og þetta náðilega hámarki þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, var hérna að vinna á norðurslóðamálum og samningaviðræðum við Evrópusambandið flokkustofna og Norður-Atlantshafi síldina og makríl og skiptingustofna og sjálfbæra veiðar og svo framvegis og þegar þegar Össur ákvað að hérna og Egilssonar ákvað það við ætlum að ganga í Evrópusambandið. Það var stefna utanríkisþjónustunnar að það væri ekkert plan B. Ég var svo vitlaus að ég spurði fólk innan utanríkisþjónustunnar já, hvað er plan B ef þetta skyldi nú verið fellt? Og mér var bara sagt að þegja vegna þess að það væri ekkert plan B og það var bara opinber stefna
Og þið veist ekki góð samningatækni. Ég finnst það alveg galið, sko. Ef þú kemur bara með plana þá eiginlega getur viðsemyndin leikið sér aður. Að sjálfsögðu. Því að þú er svo háður því að fá... Ég þoldi þetta mjög illa, sko, að heyra þetta svona. En það er, fyrsta lagi er það ekki góð samningatækni að segja bara, þú veist, hástöfum að við höfum bara ekkert plan annað en að ganga í Evrópusambandið. Og þess vegna ætlum við að hætta hvalveiðum og þess vegna myndum við gera allt til að Evrópusambandið, til að þóknast Evrópusambandinu. En það er ekki alveg, ég veit ekki hvernig þetta var þarna 2009 og árið þar á eftir. En núna er þetta ekki alveg svona, því að svona ef maður hlustar á Þorgerði Katrínu sem er svona leiðandi í þessum máli, þá hljómar það eins og hún ætla að fara til Brussel og segja við höfum það bara mjög fínt hérna á Íslandi, bara mjög þokka lána með margt okkur. En við viljum athuga hvort að þið viljið fá okkur inn í bandalagið og hvaða undanþágur þið viljið gefa okkur sem að þið vitið að er grundvallaratriði fyrir okkur. Þannig við viljum aldrei koma inn í sambandið nema að hafa fulla stjórn og eign á fiskveiðiauðlindinni. Já, ég tók eftir þessu og sérstaklega þessu síðasta punkti. Þannig þá er raunverulega plan B er bara að halda áfram á óbreyttu. Því að það er ekkert afleitt. Nei, það er nefnilega ekki eins og plan B, sko, vegna þess að þú verður að hafa framtíðarsýn. Þú verður að hafa framtíðarsýn sem er núanserð, þar að segja, ef þetta gerist eða ef hitt gerist, þá gerum við þetta. Það er sem að hugsa hlutina, þess að veruleikin er alltaf að breytast. Sko, stöðuleiki og óbreytanleiki er ekki til. Það er, og ég líti á þetta á söguna sem bara, kannski vegna að sé því til bókinu Veginn, að þetta er eins og á sem verður að streyma áfram og það verður og hún kvíslast í mismunandi farvegi og ef þú ert að fara vatnasvæðið þá er engin vegurinn er ekki óendalega. Þetta sem hann er að tala En bæði jáarar og neyjarar eru svolítið þarna. Því að jáararnir segja að þetta er vísavörur heimur og við veitum ekki alveg hvernig það þróast og slúðist, þess vegna er betra fyrir okkur að vera í Evrópusambandinu. Neyjararnir segja að þetta er vísavörur heimur og við veitum ekki alveg hvernig það þróast, þess vegna er betra fyrir okkur að vera utan bandarlaga og reyna þá að semja við hvort sem er. Já, þetta er bara ekki rétt vegna þess að við vitum að heimurinn breytist og það eru hérna og hann breytist samkvæmt þeim lögmálum og samkvæmt þeim forsendum sem nú þegar eru til. Þannig að þegar ég setti hérna á Facebook, ég skrifa nú ekki mikið á Facebook, en ég skrifaði einu sinni smá pistil þar sem ég var eitthvað að agnúast út í stjórnmálastétt Íslands og hún væri hérna vanhæf og geti ekki einu sinni lagt veg út úr höfuðborginni, geti ekki byggt, tækja ákvörðun að byggja sjúkrahús í miðborg sem augljóslega myndi hérna veri að byggja þá sjúkrahús þar sem mynduðust umferðarteppur og var erfitt með að koma með fólk á hérna hratt til læknisendur. Það var ekki hægt að færa hugmyndina til þó svo að það væri bent á ágallana og þá algengt að svarið í því var það ef við hérna förum að skoða annan kost þá kemur bara engin spítali sem er líklega þá trúin það að við séum eiginlega búin að missa getuna á því að leggja Sundabraut, á því að byggja spítala á réttum stað. Þá er samfélagið þannig að við eiginlega getum ekki komið okkur. Já, það er rangt að forsendunum sé ekki verið hindi. Sko Dagur Birgisson, hann hefur nú ekki kommenterað á neitt sem ég hef skrifað yfirleitt, sko, en þessi tilvikið þá skrifa hann smá byrstur og sagði að forsendur höfðu breyst og mér Dagur ágættur stjórnmálmaður þannig lagað, sko, en ég var ekki að ráðast hann persónulega og mér hann hafði staðið sér alveg þokkalega, sko, en það að segja forsendur höfðu breyst er að segja okkur að forsendur, sko, í rauninu forsendur breytast alltaf og það breytast bara ekki einhvern veginn. Það var vitað fyrir hérna, það eru til skipulagsfræðingar, það eru til stjórnmálamenn sem hafa langar sögu, fólk sem lítur til sögunar og sér, við kallum það trenda eða allavega sko, þróunatilhengingar og hvert stefnir og svona. Auðvitað er vitað að það myndast umferðarteppur í borg. Auðvitað er vitað með því að byggja þéttabyggð að þá myndast umferðarteppur. Auðvitað var vitað fyrir löngu, sko þegar ákvörðun var tekin ef við hefðu hugsað
þá hefðu þeir geta breytti og auðvitað vita að það ódýrast að byggja á landi þar sem ekki er búið að byggja neitt og þar sem verið að byggja nýjar umferðaræðar sem auðveldur aðgangur að og auðvitað vitað að þetta hægt, sko, það á að gera hlutinu svo leiðis, en það var ekki gert í upphafi og þá þarf að halda sig við upphaflega ákvörðunum og segja síðan að forsendur hafa breyst. Ég ekki vissum, sko, ég hef ekki rætt þetta við í dag en ég býst við að hann skilja þetta, sko, en mér finnst þetta alveg augljóst. Mér finnst þetta alveg augljóst áður en þú tekið nokkrar ákvarðanir og við vitum hvernig Evrópusambandið í dag, við vitum hvernig það og við, þú veist, það er ekki að opna einhvern kassa og hvernig það raunverulega margir sem hafa farið þangað og við vitum ýmislegt það þar sem menn hafa ekki átt að segja á að þannig að það að breytast, það alltaf að breytast. Það að breytast. Evran, sko, og evran sjálf. Það má aðeins að þú ert að tala reynsluna frá 2009 í framhaldinu. Hvað segir það sem að margir jáarar segja að út af breyttum heimi, út af breyttri afstöðu Bandaríkjanna til Evrópu, út af vaxandi tollastríði, að það sé einmitt þess vegna sem að við ættum að snú okkur til Evrópu og það vill svo til að í dag horfir Evrópa öðruvísi á Ísland út af öryggissjónarmiðum, út af eitthvað svona aðgengi að norðurslóðum öðru slíku. Þannig að í dag þá gætum við fengið okkar kröfur fram sem við gátum ekki 2009. Mér finnst þetta svona röð af rangfærslum og miskilningi á heiminum vegna þess að vegna í fyrsta lagi þá Evrópusambandi þá stærstu hlutin sem gerast í heiminum í dag ekki að við séum á norðurslóðum, við alltaf vita það og líka að þá eru einhverja breytingar á norðurslóðum, þær eru frekar hægt það gerast svona 10-20 ára það við erum svo lítil að Evrópa getur hótt á það, við veitum ekki alveg hvað þetta þróast. Þeir eru ekki að hugsa það, þeir eru að hugsa Kína, þeir eru að hugsa það að meira hlutin af neysluverum í heiminum eru framleitt þar og þeir eru að hugsa það hvernig við eigum hvernig Evrópa geti höndlað það að þeir eru ekki lengur mesta, að Þýskaland er ekki mesta iðnaðarveldi heims og að Bandaríkin eru ófyrirsjáanleg, það umverulega ekkert ófyrirsjáanlegt við það að segja að þau séu ófyrirsjáanleg, við höfum alltaf vitað það, en við höfum ekki alveg skilið það, sko, vegna þess að við sárum á söguna hvernig Bandaríkin hegða sér, þá hafa alltaf verið tilbúin til að ráðast inn í önnur ríki og skipta sér á stjórnmála þeirra og breyta þeim og svo framið. Það ekki að breytast. Sko, að tala þetta sem sko fyrsta lagi ránkvarsla að það sé einhver stór mál að gerast á norðurslóðum núna. Breytingin milli Evrópu og Bandaríkjanna er svo að núverandi bandarísk stjórnvöld telja það ekki í sínum hag að viðhalda góðu sambandi við bandamenn sína í Evrópu og saman geta þau haldið uppi Sameinuðu þjóðunum og svona alþjóðlegum stofnunum og það sé leiðin til þess að tryggja sterka stöðu Bandaríkjanna í heiminum. Nú þetta stjórnvöld líta á Evrópu fyrst og sem einhverja byrði og telja það tryggi betri hag Bandaríkjanna lengri tíma að semja bara beint við Kína og Rússland og svona lönd sem að skipta ykkur máli sem Evrópa gerir ekki. Því að nú forseti held ég fyrirlítið Evrópu. alla stjórnmálastéttina. Já, ég held að allar að segja kannski forseti Evrópusambandsins, sko, en það nú málið að hann segir það að Evrópusambandið hafi verið búið til þess að nýðast á Bandaríkjunum. Við eigum ekki að steypa okkur í flokk í fylkingu. Það hættulegt. Það jafn hættulegt núna eins og það var þegar íslensku leiðtogi skrifundi feld og ákvað það við skildum vera blendir í trúnni og fólk gæti bara trúa það sem það vildi og þegar við gengum undir Noregskonung sem aldrei kom til Íslands og hafði engan áhuga að koma til Íslands að hann vildi geta sagt að hann stjórnaði Íslandi eða hann væri að allt norður Íshafið og norðursjór var vikingahaf vikingarnir réðu því og þá voru all ríkinni þar í kring að þau voru það var Hákon náttúrulega en Knúturinn mikli að hann
var konungur yfir hvað 6 eða 7 ríkjum eftir hvernig þú taldir það en hann fór ekki þangað og hann sendi sína fulltrú og þeir voru ekki til að hlýða honum sko, en hérna þannig að hættulegasta sko, Ísland smáríki langt í burtu, við höfum ekki vopn og til hvers og ef við opnum á að vera að setja um einhverja hérna raunverulegar herstöðar með hérna með varnarflaugum og hér sem hægt að senda hratt eins og var náttúrulega kaldartíðinu þá vorum við hluta á öðru veruleika en sko Bandaríkjaher að velta þessu fyrir sér að koma hér upp ykkur aðstöð þannig geti flutt svona þokkalegt herlið. Frekar ólíklegt. Það var að segja þetta hérna hersöðingi sem var hérna í heimsókn. Já, hann hefur sagt það. Það kannski til þess að rétt að hrista upp í Íslendingum og láta það lesa einn varnarsáttmála. Ég ekki vissum að þeir séu raunverulega að hugsa það vegna þess að það þýðir mikill kostnaður við að hafa stöðu einhvern herlið hérna. Ef þeir fara að senda herlið hérna þá er það til að senda þá eitthvað. Og þeir geta gert það alveg saman hvort við göngum með Evrópusambandi ekki. Þetta breytist ekki neitt. Sko. Og ef við göngum með Evrópusambandi þá eru orðnir virkir þáttakundur í þessari deilu. Svo við segjum, sko, ég skil ekki alveg hvernig það á að geta gerst að vera með varnarsamning við Bandaríkin sem þýðir að þeir geta hvenær sem gengið hérna, lagt undir sig hvaða gagnfræðaskóla eða hús eða staðsetning á Íslandi sem það er engin varnarsvæði lengur í þessu samningi, nýja samningunum sem við erum með núna og hérna samtum til þess að reyna að halda þeim að hann bara segir að Íslandi opið fyrir Bandaríkjum og þeir þurfa ekki að útskýra þar sem út á bandarískum hagsmunum þá þurfa þeir að koma engað og þeir þurfa ekki að útskýra hvers vegna fyrir en eftir að þeir hafa gert það og þá eru þau bara að segja okkur frá því. Þeir eru ekki að útskýra það sérstaklega. Og þetta góðu samningur? Ég held að þessu bara landar á, sko, en við erum með hennar samning svona og... Við getum sagt honum upp. Ég ekki þessum að það sé rétt. En sko, það skiptir raunin ekki sko máli, Bandaríkin líti ekki svo á að samningar haldi. Þau vilja helst ekki skrifa undir þá og ekki staðfesta þá og jafnvel þó hafi verið samningar við ríki að þá bara segja þeir upp nákvæmlega alveg eins og allir þessir samningar sem fólk hefur verið að gera tolla við Bandaríkin. Bandaríkin stórveldi og þeir eru ekki bundin að slíkum samningum og ef við ætlum síðan að fara að stilla okkur upp í fylkingu sem ætlar að ögra þeim á þessari stundu þegar Bandaríkin eru á fallandi fæti að hérna er svo maður stendur í brekku og hefur mist fótana og farin á flegi ferði áttina Hildýpi, þá það bara ekki skynsamlega ákvarðan að vera að skipta sér að því. Við bara, taka það rólega, anda djúpt og reyna að finna hvernig við getum nýtt það sem fyrir hendi. Að vera að Evrópusambandi á sínum tíma, sko, og reynum að hugsa þetta í samhengi, sko. Það er það sem ég reyna að sjá hlutin í samhengi, sko. Þetta Evrópusambandið og Bandaríkin eru mjög upptekin út af hérna Kína og hvernig það að koma upp og heimsmyndin að breytast, það var ekki bara Kínverjar, það eru hérna Japanir nefndu það nýlega að þeir vildu gjarnan, eða japanskar embættismæður að þeir ættu að hafa kjarnorkuvopn. Það er ekkert vegna þess að þeir myndu hugsanlega beita það ekki gegn Kínverjum, það er bara vegna þess að í heimi þessum Bandaríkjum ráða og þeir Japanir eru hérna þeim nota bara sem kjöldurökkum til að gæta hagsmuna Bandaríkjana, að þá væri betra fyrir Japani kannski að hafa kjarnorkuvopn til að verja sig gegn Bandaríkjanum. En þetta fáði vonandi alls ekki því að Japanir eru hættulegir, ef þið farist í þá eru þau mjög góðar hermenn og hafa sýnt það og fóru í stríð, það var ekki gegn Kína, það var gegn Bandaríkjanum og gegn Evrópu sem þau fóru í stríð og þeir elska ekkit Bandaríkjum eða Evrópum fyrir að hafa þvingað á í niður duftið og voruð friðsamir. En sko það er ákveðna breytingar þar. Þeir eru að hasla sér vel. Asíuríkin eru hvert og fætur öðru að fylgja eða ganga í fótspor Kínverja sem hluti af alþjóðlegu framleiðslu netum sem eru komin fram úr Evrópu.
Evrópa búið að láta draga sig í stríð, innanlandsstríð í rússneska menningarheimi á milli Úkraínumanna og Rússa, hvorutökja þjóðir sem telja sig eiga rætur rekja til Svíja, sænskara víkinga, sem stofnuðu borg við hérna sem voru hvað Kænugarður og fleiri síðan ykkur borgir í Rússlandi að þessar borgir. Það er rússar og úkraínumenn rekja upphaf sitt til sama. Algjörlega. Og það var tími þrælaviðskipt. Það eru víkingandi þínir. Það eru víkingandi. Sem eru með inngróna heimsvaldastefnu í heilanum. Já, og þeir, bæði ríkin, báðar þjóðirnir eru frekar grimmar, það eru undir sterkum áhrifum af Mongólum líka sem reyðust þarna yfir og hérna stjórnuðu 80-200 ár í öðru svæði Mið-Asíu og þessi einhvern veginn, það er tölvört öðruvísi menning en okkar menning. Báðar eru taldar á evrópskum skólum og samkvæmt nútíma evrópsku hugsanætti þá eru þær hérna spilltustu þjóðir í Evrópu. Hernaðaraðstóðin sem við ausum yfir Úkraínumenn ákveðin prósent af því sem ég ætla ekki að nefna og veit ekki hvað mikil, að hún fer beint í vasan á auðmönnum sem eru að stela því og endurselja vopnin. Þeir eru líka orðin bestu hérna drónaframleiðendur í heimi. En það framtíð Úkraínu, þeir var lýst í sjálfur, forseti Úkraínu hefur sagt að framtíðin er fólkin í því að verða hergagnaframleiðslu miðstöð fyrir Evrópu. Og er þetta lýsing yfir því að þeir vilja í frið? Mér finnst það kjartinn í evrópskum her, því að þarna þetta reynir herin sem hefur reynslu á átökum. Já, og hvað berjast hvað? Ekki er það íslensk fiski, við ætlum að fara menn með gjörðingavopn eða fallbyssur að reyna að skjóta fiskin hér í hafinu. Ef við setjum, ef Bandaríkjamenn færu að setja upp varanlega aðstöðu hér með loftvarnabúnaði og slíku til að verja Bandaríkin sem enga líkur eru á að gera, slíkt myndi ekki verja Bandaríkin nægilega vel vegna þess að þetta talaði að gera þau óvinnandi virki, þetta Golden Dome og verja, Trumpin og hættur að tala það, hann talaði það tíma að gera svo Ísraelsmenn. Reynslan var ekki svo góð í Ísrael. Nei, það er ekki, þú getur komast í gegn og þú getur komast að þið með drónum og þegar að kafbátanir sem þú ert að fást við, kjarnorkukápaði bæði rússnesk og líklega kínverski líka, þeir eru bara við landhelgin hjá þeim og þeir getur ekki varið, þeir eru í hálftíma fjallað frá skotstöðunum, þeir getur ekki varið í gegn því eða jafnveg skemur. Þannig að það er það sem þyrftu, það eru neðara kaplar sem eru kringum Ísland. En varanlega aðstæða hérna væri bara segull fyrir árás. Það er eina sem menn fari ekki að ráðast á Eldfjöllum okkar, menn ekki að ráðast á Reykjavík, það er ekkert hér sem kallar á árás. Nema að við verður hluta varnarbandalagi og það sé hluti af því. Þetta er gömul rök herstöðanstæðinga. Já, ég held að þeir hafa alltaf staðið ágætlega. Þeir rök hafa ágætlega staðið. Keflavík væri segull á árásir. Já, það væri, og síðan var Aron var svarið, vegna þess að það sé ekki spurning svo mikið hættuna við árás, heldur það að Bandaríkjamenn séu okkur vilhallir og séu tilbúin til þess aðstoða okkar í efnahagslegum þróun og kaupa íslenska þorsk fyrir bandaríska fanga. Svo fengu Íslendingar og gráðum við byggingar á húsum og flutningum, olíu og alls konar dóti. Já, alveg rosalega skemmtilegt. Þannig Aronskan vann rumulega. Hún vann, það var ekki, ég átta mikið á því að Bandaríkjaman hafi að íslenskir stuðningsmenn, ég er ekki á móti því að við höfum verið í varnarbandalagi og ég tel það rétt að við höldum því bara. Við getum reynað egna Bandaríkin. En allt breytist í heiminum og eitt af því sem við breyst hraðast í heiminum er NATO. NATO í dag er allt annað heldur NATO fyrir 5 árum. Já, en það er nefnilega þar sem við, það kemur ekki út úr þessu kössu sem ætla að fara að opna að hvernig það verður eftir 5-10 ár. Maður verður að hugsa myndina í miklu stærra samhengi. Evrópa var mesta iðnveldi eða iðnaðarsvæði veraldar. Það er það ekki lengur. Hvers vegna? Vegna stríð sem við höfum verið dregnir inn í. Og mér Íslendingar byrjuðu að niðurgreiða vopn frá Tékkóslóvakíu til að senda yfir til að raunverulega að greiða fyrir til þess að Tékkar getur framleitt meira vopnum og það kostaði minna á meðaltali hvert vopn og það eru þetta niðurgreiðsla á vopnum
og getum kallað það hernaðaraðstoð og við vorum vinstri menn sem voru að styðja það að Ísland væri að senda vopn. Ég er sem ennþá á því að setja inn í einhverja svona púljur sem eru notaðar til þess að kaupa vopn. Já, það er að blanda sér beint inn í átök sem við ættum ekki að blanda okkur inn í. Við eigum bara alltaf undantekningalust að vera rödd sakleysingjana út á Norðurhafi, langt frá öllum og ekki etja erjur við neina. Þú vísar í söguna eins og að Bandaríkjamenn leyfðu Íslendingum að okra á sér vegna þess að hernaðlega var Ísland mikilvægt. Okkur tókst að sigra Breta í landhelgisstríðinu meðal annars út af stuðningi Bandaríkjana eða Bandaríkjamenn hefur slegið á puttan á þeim. Ég veit ekki hvort það sé alveg rétt sögurskýring en ég held að það hefði freka verið hérna við göngum inn í NATO og við þurfum ekki að leggja neitt til af því að við leggjum eiginlega bara til stöðu landsins sem er kannski núna að falla. Nú eru stjórnvöld að samþykkja það að við leggjum 1,5% af þjóðarframleiðslunni í einhverja hernaðlega innviða uppbyggingu sem að NATO á að blessa. Já, það lærðum við vist af Spánverjum. En ef við ferum svona gegnum söguna þá hafa Íslendingar verið eiginlega með þetta Trump sem er staða. Af hverju mætti ekki nota þetta Trump til þess að ná góðum samningum við Evrópusambandið? Sko, Evrópusambandið, sem talar linnlustu varnarmál í dag. Já, en það er hættulegt. Hversu ættum að nota þetta Trump? Það er að segja að við erum svo mikilvæg varnarmálum og við ætlum að vera ennþá mikilvægri, þá erum við að gera okkur skotmarki. Þannig að það er betra að vera hlutlausir og ekki gera okkur segli. Evrópa er og það sem menn er að telja sig vera að líta ofan í kassana, sko, kassarnir sem hann líta ofan í er ekki lögulega hvort að við getum haldið hvort það séu einhverja afla heimildi fyrir Evrópusambandið eða hvernig það er í okkar lögsögu. Það er sko, íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru mjög stöðuleg og Evrópusambandi fyrir ekki að vera talsmaður ofveiða á Íslandsmiðum. Ísland er fæðu förðabúr Evrópu og hérna eitt fisksælasta sjávarsvæði veraldar og hérna það fari ekki Evrópusambandi fyrir ekki eyðileggja það eins og var gert í Norðursjó þegar þeir gera samningar með Breta á sínum tíma. En það er og íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru mjög stöðug, sko. Ég held að standist geta alveg lifað á hvort við göngum í Evrópusambandi eða ekki vegna þess að þau eru stór. En það er því ekki haldið fram í umræðinu frekar það að ef við göngum inn í Evrópusambandi við fáum að halda hérna fiskveiði heimildunum og úthlutuðum með sama hætti þannig að það fara bara til ykkur af 4-5 stórra fyrirtækja að þá gæti einhver baski bara keypt hérna brím og breytt stefnu brím að við veiðum bara fiskin á Íslandsmiðum og svo siglum við honum til San Sebastián. Já, það bara finnst mér ekki mjög líklega, sko. En það skiptir ekki stærsta málið. Höfuðmálið er að þetta hafsvæði sem við erum búin að helga okkur með því að eiga fiskistofnana þar og eiga til að kallst til þeirra og líka til sjávarbotsins eins langt og hann tegir sig. Raunni Íslendingar, norðmenn og svo grænlendingar að við lokum öllu hafsvæðinu. Þetta hafsvæði er eitthvað sem Evrópusambandið væri hefur áhuga að taka og líklega er núverandi Júrsúla Vandarlægin með sem leitið Evrópusambandsins. Hún er svona dálítið hún hugsar um öryggismál því að hún er fyrir varnarmálaráðherra. Já, hún vill, það er eins og hún alveg svolítið sterkir leiðtogar lifa á stríðum og það er eins og hún vilji gjarnan íva upp ófriðaröldur á norðurslóðum. Ég er bara algjörlega á móti því og mér finnst það að vera stór hættulegt fyrir Íslendingar að taka þátt í slíku. Við eigum að vera röddfríðarins. Þetta svæði mun opnast. Það er ekki að gerast núna. Það er langtíma ákvörðun. Það er að segja að það er núna í ár í fyrsta skipti sem kínversk skip er að sigla núna í hverju viku. Þá fara þau kaupskip er að fara frá Kína eftir norður siglingaleiðinni og til Bretlands,
til Englands og þar komaður í gámaskip og var að flytja gáma. Þannig að Norður-Íshafið opnast en bara tíðabundi á sumrin. Það ódýrar og þeir eru auðvitað að leysa, ég hef ekki lítið í smáatriðin en það er nokkuð augljóst að þeir eru að flytja varning til Bretlands og nýta sér þá flækjustig sem gerir flutninga í gegnum Evrópusambandi til Bretlands með stærri skipum að nýta sér þau tækifæri sem bjóðast með því. En í framtíðinni þá verða ekki svona minni flutningarskip sem fara í gegnum ísinn og fara allt árið í gegn. Voru með nefnd sem fjallaði þessa framtíðar þróun í utanríkisráðuneytinu og með þáttöku frá samgönguráðuneytinu og íslensku skipafélögunum og mörgum fleirum sérfræðingum. Og tímaraminn svona cirka 35, eitthvað svo leiðis, til 10 ár. Gæti gert eða fyrir miðjuöld. Það er það sem við erum að líta á. En þetta eru friðsamlegir flutningar, þetta eru ekki Og það meina umskipunarhöfn í Finnafirði? Já, til dæmis í Finnafirði. Sem byggt fyrir kínverst fé? Nei, það er ekki, því að kínverðir að byggja það bara evrópskt fé. Þeir eru að byggja hafnir í Vestur-Afríku og Suður-Ameríku og guðum að veit hvað ekki. Þeir eru að byggja hafnir en það er ekki endilega fyrir sitt eigi fé. Þetta eru fé sem kemur á alþjóðamörkum og ef þið fara að hinga til Íslands þá finnst mér mjög ólíklegt að þeir reyna þetta einu sinni í huga að íva íslenska þjóðar svo upp að þeir byggja sjálfur höfn. Það er ábyggilega íslensku. En við séum frá því, þetta er ekki að gerast núna í þessum kossum og þeir leiðtogar í Evrópu sambandinu sem myndu vilja taka varnarhagsmunu eða taka breytingar norðurslóðum sem afsökum fyrir því að draga Íslendingin er að hugsa núverandi ástand, það ástand að það sé hugsanlega að verða einhver átök á milli Bandaríkjanna og þá hugsanlega með Rússlandi gegn Evrópu. Eigum við að láta draga okkur inn í slíka deilu. En deilan hvort sem Já, deilar þú getur ekki bara að veifa hvítu fána og þá vilja allir ná einhver aðstöðu hér og þú ætlar bara að segja hvað ætlar að segja? Þú getur ekki bara við erum opnir og við erum tilbúin. Við erum með fínan samning við Evrópusambandi. Þegar gildi Íslands fyrir Evrópusambandi eru við Íslands og Noregs að við erum aðtakista Evrópusambandsins í fiski og við verðum bara áfram og það er bara ágætt. En ef hvort sem það og það verður bara áfram gáðast núverðið samningi en hinir þættirnir þetta með öryggismálin og vopna skakið og herþotur og nærsvæðum Íslands það er bara hættulegt. En það er að gerast í Evrópu og öryggismál eru þannig að þau lenda á háskólum tímu, þá lenda þau bara nummer 1 og þjóðir taka ákvarðanir út frá öryggishagsmunum þó svo það vinni kannski gegn þjóðhagslegum hagsmunum. Inn í Evrópu eru sterkar raddir það að Evrópa þurfa að endurskoða sín öryggismál og geta varið sig sjálf. Það sé ekki að vera undir vernd Bandaríkjanna lengur. Og þá horfa menn til meðal annars norðurslóða. Það væri nú gott að hafa bæði Noreg og Ísland inni. Noregur á mikið af olíu og Ísland á mjög mikilvægu hafsvæði. Til þess að ýta undir það að þau gangi inn, þá förum við að ræða það að EES-samningurinn, hann var alltaf hugsað sem tímabundin svona fordýri að Evrópusambandinu. Hann var ekki hugsað þannig að hann væri eitthvað til eilíðar nóns. Þá segjum við bara við Noreg og Ísland að, ég meina, ekki bara segja þessi 7 ára eftir þessu samningi og þeir geta þá bara ákveðið hvort þetta komin í Evrópusambandið eða ekki. Sérðu ekki fyrir þeir eitthvað svona söguþráð geti komið? Ég get alveg söguþráður ágætisorð vegna þess að það lýsir sem línulegri hugsun að telja það að nú er þetta ástand haldi bara áfram og þróist. Það er nú svolítið eins og að halda þið fram að þetta minnir mig á heimsstyrjaldinni, fyrstu og síðari og Napóleónsstríðin, að þegar á hverjum tíma þá voru menn að verja sína hagsmuni. Hvað féllu eiginlega margir í bara Evrópu í fyrir heimsstyrjaldinni? Við erum að tala að sama fólkið er að hugsa svona
og stóð í þessu stríðöldum sko. Það er ekki eins og sé einhverjir friðarsinnar í Evrópu. Þetta er fólk sem hefur meira og minna verið í stríði í fleiri ætliði eða sko tugi ætliði. Við skulum halda okkur eins fjarrið þeim eins og við getum og nota efnahagslega taka bara ákvarðanir á grundvelli okkar eigin efnahagslega hagsmuna. Við erum opnið fyrir öllu og þegar við höfum það til dæmis hvað gerist ef við förum bara aðtóa sko fyrstulega þá eru held ég þessi leiðtogar Evrópusambandsins sem eru að tala um þetta, þeir eru ekki hugsa um fiskimiði sjálfs. Það getur vel verið að sé rétt hjá Þorgerði Katrínu og það yrði hægt að semja um það. Þeir segja bara góði hirðina fisk og við mengar á hann. Það geta alveg verið. Sko, og það er hættulegast. Það yrði málið. Verðmætasta framlag Íslands til Evrópu felst í matnum, felst í fiskinu sem við erum erum að framreiða þeirra borð og fyrir íslenska hagsmuni þá hefum við frekar að líta til sko legulandsins mitt á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Það ekki, markmið okkar er ekki að verða að lenda í togstreitu, bara leggjum stundu feld alveg nákvæmlega eins og hvað er það Þorgils ljósvetningagóði og segja sem bara við skulum bara blóta til beggja, vera vinir allra og hafa sem besta samninga við alla og rauninni finnst mér menna vilja vera stórhuga stjórnmálamenn að þeir ættu bara ganga alla leiðina og lýsa bara Íslandi lýsa yfir við verum fríverslunarsvæði. Við höfum verið að taka fríverslunarsamninga við hinn og þessi ríki og við höfum nýta þá betur og til dæmis að þá hefur Evrópusambands draumar okkar að þeir hafa orðið til þess að við hefum ekki uppgraderað eða endurskoðað fríverslunarsamning okkar við kemur sem við gætum örugglega bætt í okkar þáu. Núna Kína er ekki eins varkár til að verja sína hagsmuni, þeir eru orðnir sterkari og við getum þá fengið ennþá betri kjör í... En langstærsti hluti viðskipti okkar eru við Evrópu. Nákvæmlega. Og í þeirra er að gliðna alþjóða viðskiptakerfið. Það er að verða til svona grúppur sem að loka sig í tollum, það er Bandaríkin og Evrópusambandið líka og við höfum dæmi af því að járnblendið, þá þótt að við verum í ES, þá duttum við vitleysum megin við tollamúrin. Þeir reyndar byggu til undan þá sem að gerðu það eiginlega skaðalaust fyrir Íslendinga. Eða þetta fyrirtæki sem var þetta þá í kynfiskreigu. En er ekki hættan á því að þú stendur fyrir utan bandalög og svo verður þetta... Við stöndum ekkert út fyrir utan bandalög. Við erum í bandalagi við Evrópusambandið. En það kom í ljós með járnblendið að þeir skilgreina svona þrengri landamærin sem sín aðal landamæri og því meiri átök sem verða á milli viðskipta blokkana og menn nota tolla og svona. Það var hætt við að Ísland lokist af og sé bara með háa tolla bæði til Bandaríkjanna og Evrópu. Já, ég les heimsástandið alveg þveröfugt. Ég held að það sem við erum að horfa á í dag eru raunverulega fjörbrot núvarandi kerfis og þau endurspegla það að örvæntingafyllra tilraunir valda stétta og valdhafa í Evrópu sem einhver ástæðu eru hræddir við nágrannar sína og það er náttúrulega allir nágrannar á jörðin í dag og vilja byggja meiri vopn og það er ástæða fyrir því að mannkynið hefur barist um 1000 ára eða 2000 ára eða jafnvel 500.000 ár en svo ástæða var fyrst og fremst að tryggja lífsbjörg tryggja mannkynið, grunneininga mannkynsins eru fjölskyldur og síðan útvíkkaða fjölskyldur sem verða þá einhverjir litlir þjóðflokkar sem lifa á því landi sem þeir eru og ef landið eða þeirra lífskjör versna að þá herja þau á nágranna. Þetta ástand því er lokið. Við erum að ná toppi í mannfjölda, þetta það? Nei, það er ekki út af því. Það er vegna þess að 1980 svo þá framleitti mannkynið í fyrsta skipti nægilega mikið matvæli handa öllum heiminum
og við framleiðum nóga mat. En nú eru ríki að sækjast í svo, þú veist að hálfuleiti ásókn Trump í Grænland byggð á öryggismálum og varnarmálum. Já, það bara... En að hálfuleiti þetta, hann hefur grunum að þarna séu fágætir málmar, þannig að Bandaríkjamenn getur orðið sjálfstætt í öflum þeirra og þau séu ekki háðir kynverum eins og kynverunni stungu bara upp í þá í tollastríðinu með því að takmarka aðgengi þeirra að verðmætum málmum. Þetta ekki þær ástæður sem voru raunverulegar. Þetta eru þær ástæður sem hann nefndi. Trump hugsa bara sína eigin hagsmuni og meðan hann ennþá við völd og þetta er sko að haldaði fram að þessi að við þurfum Grænland út af góðmálmum sem verði ekki hægt að byrja að vinna fyrir eftir 30, 40, 50 ár og verða það framlýttir með bara robotum og sjálfvirkum vélum. Það sýnir bara að maður veit ekkert, sko, þeir eru ekki einu svona hugsun þetta er átilla og ég held að það verður sko meðfælla sé bara sama og þegar hann var að tala það vildi Kanada sem auka stjórnu og var að hugsa og var að tala Hormuzsund sem bandarísk landsvæði svo reis, hann vil vera síðasti fórstýr Bandaríkjanna sem beitti við sem jók landsvæði Bandaríkjanna. Það er sko einfalt, það er ekkert flóknara en náttúrulega stór hættulegt og sko en ef við ætlum að tala það hversana Bandaríkin eru svona eins og þau eru í dag, ekki vegna Trump er afrakstu Bandaríkjanna og það er svo aftur allt önnur umræða að veltaði fyrir hvað er það í Bandaríkjunum sem skapar leiðtoga sem er með þessi einkenni sem hann er með sem hefur ekki að þersta er ókurteis kann ekki að vinna með öðrum og hefur ekki samúð með öðrum og hvaða dygðir hefur hann og hvaða samfélag er það sem skapar svona. Það er ekki svo einfalt, en það er alltaf umræður sem við getum, eða þú ættir eiginlega að finna ykkur aðra talræða við. En heimurinn í dag er að fara inn í tímabil þar sem hann þarf, berjast landsvæði er galið í heimi þar sem allir giftast öllum og þar sem landamæri er að opnast. Framtíðin, náinn framtíð, þar sem margir okkar hlustöndum, mun ábyggla lifinni þegar framtíð er ekki vissum við sjálfan, ég er 70 en þeir munu lifa það af að landamærin munu falla. Ekki sko landamærin, ytri landamæri Evrópusambandis, vandamálið á Evrópusambandis sem ég sé, er að það bara eins og allar þjóðir hafa verið í sandkassa og það er leikir sér í sandkassa og það eru stjórnmálumennir að rífast hverju við aðra, að það er bara búið til stærri sandkassa, en þau eru samt að verja sig. Öll skólalóðin er undir, sko. Þannig að það er vandamálið þar. En ertu að segja að það sé gott fyrir Ísland að ganga inn í Evrópusambandið? Sé raunverulega tilheyri heimsmynd sem er eiginlega að falla? Já. Og Evrópa er svolítið bundin þeirri heimsmynd og er þar alveg ekki góður hópur að krækja sig við. Já, bara, það er eiginlega ekki einu sinni vegna þess að það er engin góður hópar til að krækja sig við. Og ég er alls ekki að halda þið fram að til dæmis einhverju ditti að væna með það ég menn eftir að halla sér að kemur það er alls ekki svoleiðis. Við eigum bara að vera við og við á nýta þau tækifæri sem okkur gefast út á okkar forsendum. Og nú vilja allir gera viðskiptasamning við Kína og við erum númer 217 í röðinni. Við erum með viðskiptasamning í Kína. En það er með smæðina. Já, smæðir við fengum til dæmis í bóluefni ef það var eftir svona vert, fengum að fljóta með Evrópusambandinu í því að annars hefði við verið númer 217 í röðinni. Þannig að það er bara dýrt að vera lítill. Já, en þessi atriði, sérstaklega um bóluefni og svona nefnir, þetta er alltaf að vera fortíð, bara núna, vegna þess að með AI, með ég vil kalla þetta frekar tölvugreind og vélmennum og sjálfvirkri framleiðslu og svo framvegis og rétt handan með hodnið þá erum við með gjörbyltingu á öllum forritunum og upplýsingavinnslu og slíku með skammtafræðin, skammtitölvum og
og skamta tölvum og skamta samgöngum eða tengingum, en alveg vegna kvantatölvuna. Slíkar tölvur, þær gefa svör ekki sem A þar að landi B. Þær gefa A þar að landi og langur listi á möguleikum og að því gefna þetta verði og síðan hvaða möguleikar felast í því. Við erum raunverulega, þó að við séum ekki með slíkar tölvur hérna, við erum í slíkri stöðu, við getum metið okkar kosti og ég persónulega, það er hluta til vegna starfsmins að þessari norðurslóðaskýrslu tækifæri Ísland á norðurslóðum sem tíma, þá lít ég svo á að lega Íslands, hún hafið þau tækifæri sem við eigum að nýta okkur. Sem að veldur því að þótt að við séum fá og lítil og engin ætti raunverulega að nenna að tala við okkur, að þá eigum við eitt tromp sem að veldur því að við erum ekki 217 röðin heldur kannski 15. Já, einmitt, það lýsaði þannig, en þetta með sko bóluefni, það dettur upp fyrir vegna að þetta verður sett bóluefni og líf og allt saman. Ég var að taka það sem bara svona dæmi að það kom upp aðstöður í heiminum þar sem að það er betra að vera tilheyra stóri heild. Mjög sjálfgeft. En í þessu tilfelli þá nefndu framleiðendur bóluefnisins ekki að fara að ræða við þennan sem við með 217 röði. Vegna þess að ástandi var þá eins og það en núna eru verið slík bóluefni framleitt bara ákepis. Það getur komið upp einhver annars konar staða einhvern annað fyrirbæri. Þú óttast ekki smæði. Ég bara líti á veruleika Íslands og Íslands, það verður ekki tekið á okkur að víkingarnir ákváðu afskekta það stað sem þeir fundu sem var, svo funduður áfram annar stað sem var þá afskektar á Grænlandi og Nýfundalandi og jafnvel einhvers þar á Norður-Ameríku og hurfuðu þar en þetta var utan alfaraleið. Nú er Ísland að fara inn á alfaraleið. Ég veit ekki hvort að menn hafi tekið eftir því að ferðir Keflavíkurflugvöll ef þetta eru komin aftur upp í það sem var fyrir COVID og stefna og hraðin er, ég veit ekki, þegar þú komin upp í 7-8-9 milljónir þá er aukningin yfirleitt verið að skoða á öðrum flugvöllum í öðrum löndum og þá maður búast við því að á skiptiflugvöllir og Keflavík að þá geti það verið 20% ári, 15-20% ári. Með vextinum upp í tiltekna stærða þá verður meiri hröðun á vextinum eftir það. Algjörlega. Og ákvörðun kínverska flugfélagsins að ríkisflugfélagsins Air China sem er eitt af 4 stærstu ríkisflugfélagum þeirra og eitt af þetta er náttúrulega bæta við stubb frá Kaupmannahöfn til bæta að halda áfram að fljúga. Svo ef við erum svo ákvörðun er að nýta Ísland sem aðgengi fyrir ferðamenn kínverska ferðamenn að norðurslóðum sem þetta fara til Danmerkur, þar að leiðandi geta fengið áritun, Schengen áritun sem gildir á Grænland líka, koma til Íslands og taka Íslands flug áfram til Grænland, eru þar 1-2 dag og síðan fara þeir áfram. Ég á frekar von á því að Kína sé að ef þetta gangi mjög vel að þá verði bætt við flugi frá til dæmis Stokkólmi sem þeir fljúga líka til að þá getur við flogið til Stokkólms til skiptis og þá býrðu til þríhyrninga þar sem getur bæði farið til Íslands og þeir sært ekki á Norðurland og þetta getur líka gerst til Óslóar en þeir eru ekki að fljúga þangað heldur núna. En þetta er möguleikið þar en svo er líka að ástæðan fyrir því að Íslands ferskt sjávarfang hefur ekki verið flutt til Kína innum miklu magni er að það er mjög flókið og það er ekki bara langt þar að vera flókið að fljúa fyrst með það til Evrópu og því að það að setja gámana yfir aðra flugvélar og þá ertu búin komið samkera 2 flugáallanir 2 flutningsflugvéla og ef það eitthvað raskast í öðru fluginu þá far mann ónýtur og þannig að þetta er eiginlega ekki hægt að gera þetta svona og einnig er erfitt að flytja gáma. Þannig þú heldur að verði vöruflutningar á þessum stubb sem bætt við? Ég veit að það er stórt. Og hvað ættu við að flytja út? Það er ferskur fiskur, lax og silungur og fæst gott verð fyrir það í Kína? Já, mjög svo. Það er bara sem heimsmarkarsverð og hærra. Og
það stóru markaðin á Kanton, Hong Kong, Shanghai og svo framir. Og ef þú kemur inn á Kína, þú varst inn á Peking, þá ferði alveg snurðulust inn á aðra staði. Þannig að þetta er eitt. Annað er líka að þetta var ekki hægt að segja bæta svona stubbi við. Það skiptir þú ert í sömu vélinni og þú stoppar 2-3 tíma í Kaupmannahöfn, en þú gætir ekki kínverskt getur ekki flogið til Kaupmannahafnar og áfram til Parísar eða Rómar. Þannig að það er innanlandsflug í Evrópu og ef við værum orðnir aðilar af Evrópusambandinu þá var þessi möguleiki ekki fyrir hendi. Þá ef eitthvað flugfélag frá Asíu, Kína, Indlandi, Víetnam, Tælandi, Indonésiu, ef þeir ætla að fljúga til Íslands, þá var það að fara beint. Þeir geta ekki tekið áframflug frá Evrópusambandinu eins og þeir geta núna. Og það sem meira er, ég sé þetta sem framtíðar möguleika og það sem meira er að ef þeir fljúga, byrja að þróa þessa samgöngur til Íslands beint og þá geta þeir flogið frá Íslandi og síðan einhver aðra leið tilbaka. Þeir geta líka farið áfram inn á Suður-Atlantshafið og allarleið til Suður-Ameríku yfir á Karabíska hafið og þá er þið Ísland sem það vegna legu sinnar og ég held að menn ætti að horfa þegar ég var horfa á hnött, þegar ég var barn eitt af elstu minningunum eða það má segja því minningum þar sem ég var yngstur að það var lítill hnöttur það sem ég sá Ísland á toppinum á jarðarkringlunni og þá fyrir maður að skoða hvað er þá hinum megin og hvernig er línuna að geta leið og það er bara einfallega styrsta og rökréttasta leiðin frá Asíu, Austur-Asíu og Suður-Asíu til Suður-Ameríku liggur Ísland. Nú er flugið í gegnum Madrid sem er svona hluta til af sögulegum ástæðum, en þar eru flugvellir líka fullir og fyrir íslenski mögulegin fullkomlega fyrir hendi. Jafnframt er það að aðdráttaraflið eða galdurinn með Ísland, hvers vegna vilja Asíubúar og það er ekki bara kynverjar, heldur Asíubúar almennt. Þeir hafa mikla löngu til þess að koma til Íslands. Það er ævintýraland. Við erum bara allt öðruvísi. Okkar landslag og Norðurljós og alls konar skemmtilegt. Já, og síðan geta menn farið áfram. Herðu, Ragnar, mér heyrist að þú ætlir að segja nei Ég var svo sem, fyrsta lagi þá þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, þá vildi ég bara, þá hefði ég líklega greipar atkvæði með að ganga inn í Evrópusambandi eins og mér varst verið rökrétt þá á þeim tíma. Ég hefði verið það sem fór í töðunar á mér að mér skyldi ekki gera ráð fyrir, það var ekki neitt plan við göngum Evrópusambandi er ekki plan hvað það ætlar að gera það er það bara alls ekki menn verða að útskýra hvað þeir ætla að gera. Ég held að Ísland muni komast ágætlega af fyrir framtíðina til næstu 100-200 ára hvort heldur að gengur Evrópusambandi eða ertu utan þess. Ég held að það sé betri kostu með að við þróuna tilheiga nútímans. Það er að ganga ekki Evrópusambandi núna og ég og mér finnst það frekar klent að vera að segja að það verða allir að fá að greiða atkvæðu þetta. Við greiddum ekki atkvæðu að gangi í ESB í íslensk Evrópska efnahagsvæðið á sínum tíma og það reyndist okkar ágætt í sjálfu sér. Þannig að þetta er svona en ég er ekki mótið að fólk var að kíkja í kassana en þegar þeir sittum með kassana sem fyrir svolítið í töðan á mér að mér haldið það að þeir sé ykkur nær það hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver tíma þegar á sínum tíma þegar seinni heimsstyrjöldin og fyrri heimsstyrjöldin og seinni heimsstyrjöldin það var enginn sem sjá fyrir bara 2-3 árum fyrir þessar styrjaldir, þá var almenningur hafði ekki hugmynd hvað að þetta geti brostið á en almáttu hvað gerðist það voru milljónir sem fórust í það er æfilegt alveg milljónir í Sovétríkjunum, það voru 20 milljónum en í Evrópu breskir hermenn, enskir hermenn þeir fjalli milljónum og fyrir bragðið þá voru breytingar á almannatryggingakerfi Englands, það hefði gífurlega áhrif. Þetta var ekki fyrirsjáanlegt
svo halda menn að þeir sjáu hvað kom úr kössunum þó að þeir gangi til stjórnmálamennir sem eru að matara þetta fyrir okkur. Þeir verða ekki við líðir þegar hérna siglingar hefjast yfir Norður-Íshafið og þeir hvarlar ekki að þeim velta fyrir sér eða yfirleitt leggja til að það fari að verða einhvern skiptiflugvöllur fyrir Norður-Atlantshafið á Íslandi. Það er bara fáránlegt. Og svo er það að þetta sé friðsamlegt. Evrópusambandið, ég var mjög bjartsýn á Evrópusambandið og sem betur fer þá hafa Evrópusambandsríkin ekki barist inn í milli. En það er ekki eins og styrjaldir í Evrópu hafi staðnað við stofnun Evrópusambands er ekki frekar en hérna á tíma þjóðabandalagsins á milli þegar hérna í millistýrsárunum að þá heldum menn að það verða aldrei fram að styrjaldir. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þjóðvörum hefur refsað svo rækilega þeim myndi aldrei rísa aftur upp og síðan svipuð ástand er raunverulega núna á vissu leyti. Það er hérna Sovétmönnum var refsað svo rækilega fyrir það að hafa kúað Austur-Evrópu á sínum tíma og fyrir það að hafa hérna komið á kommunisma og einokunar skipulagi að þeim var hjálpað við að endurskipuleggja sín eigin efnahag þannig að áhættu fjárfestar frá Vesturlöndum tóku bróðupartinn af hagnaðinum þaðan og eðlilega eru menn eins og Pútín reiðir. Pútín er ekki góður maður og hann er langrækinn. Tilraunir Evrópusambandsins til að gera Rússland háð Evrópusambandinu með norðurlægu vittinni, Northern Dimension, voru góðra gjaldaverðar en Rússar voru nú ekkert mjög hrifnir eða spiluðu ekki vel með, þannig að þetta var ekki veruleika því miður. En þegar við fórum að beita þeim refsiaðgerðum út af styrjaldaraðgerðum í hérna Úkraínu, þar sem allt í einu aðildarríkið Úkraína var sem var ekki einu sinni íhugað sem aðildarríki vegna spillingar og stjórnunar, það var allt í einu, það notaði tækifærið til þess að fá stöðning í stríðinu gegn Rússum þegar Rússar réðust inn í Evrópusambandið. Og það er allir að gera eitthvað mikið úr því hverri réðust og hver sparkaði í hvern. En hérna á skólalóðin ef einhver hérna sparkar í einhvern að þá auðvitað er einhver sem þá fara viðkomandi við því með því að ráðast hann við kló og kjöftum sko með öllum kröftum. Það er nokkuð, og Íslendingar hafa nokkuð etja til ófríðar. Við kunnum það ágætlega. Evrópubúar kunna það ágætlega og málið, það er ekki, þetta er styrjöld sem kemur okkur rauninni ekkert við innri styrjöld í Evrópu og markmið hennar virðist vera að koma í veg fyrir að Evrópa geti nýtt sér orku og auðlindir frá Rússlandi. Þetta er afleiðingin og svo segja menn að Rússar hafi viljað það, getur það nú verið, ekki voru þeir sem sprengtu upp þessar gasleiðslur. Þannig að spurningin er hver byrjaði eiginlega, skiptir ekki máli. Herðu, við setjum að koma hérna, Ragnar. Takk fyrir að koma hingað. Núna ekki að ræða Kína eins og við gerum vanalega. Heldur um Evrópusambandið. Kærar þakkir. Þakkar. Og við ætlum að halda áfram hérna við Rauða borðið. Við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf sem tekur sífellu breytingum eins og Ragnar var að benda á. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.